Heil og sæl. Í þættinum í dag ætlum við að tala geðhvarfasýki. Geðhvarfasýki er sjúkdómur sem að býsna margir þurfa að takast á við og líka býsna margir vita lítið og kannski við hérna einmitt að ræða geðhvarfasýki til þess að þeir sem að vita lítið sjúkdóminn geti sett sig betur inn í eðli hans og hvernig hann birtist og það er bara hluti af því sem við erum alltaf að gera hér í þessum þáttum að tala eðlilega sammannlega hluti og reyna þannig að vinna gegn fordómum sem skapast náttúrulega fyrst og fremst vegna þess að fólk er óttaslegið í ákveðnu þekkingarleysi á málum. Og til þess að ræða þetta, ef ég fengi til mín, góðan mann, Rögnvald Guðbrandsson, matreiðslumeistara, vertu velkominn. Takk. Ég var nú að pæla, þarf maður ekki vera hálfgeðveikur til þess að vera matreiðslumeistari? Þetta er náttúrulega svo óreglulegu vinnutími og klikkað starf. Það er inntökuskilyrði í skóla að vera geðveikur, sko. Já, ég veit. Vinnutíminn er geðveikur. Já. Þegar ég var að læra og lengi verið þá þurfti maður alltaf að fara að djammið á eftir vinnunni. Já. Þetta er svona, mikil geðveik. Já, og svona án gríns er þetta náttúrulega starf sem að þetta er óreglulegu vinnutími og þetta er mikið álagsstarf, er það ekki? Það er oft á tíðum. Þetta er bæði mjög mikið álagsstarf líkamlega og mikið álagsstarf andlega. Það er rosa streita gangi. Þetta borða þarf að fá matinn sinn, það þarf að elda kannski 4 mismunandi rétti fyrir þetta borð. Allt þarf að smella saman. Já. Og síðan næsta borð og alls konar svoleiðis. Og þjónninn og kokkurinn þarf að vinna vel saman. Sko. Já. Ég geti rétt ímyndað mér það. Mér finnst bara alveg nóg viðfangsefni að elda hafragrautinn á morgnana fyrir mig sjálfa, þannig að ég geti alveg ímyndað mér þetta að búa til eitthvað svakalegt fyrir marga. Það hlýtur að reyna svolítið á. En máli málana, Rögnvaldur, þú greinist með geðhvarfasýki fyrir nokkrum árum. Já, 2008 greinist ég með geðhvarfasýki. Já. Og svona fólki til upplýsingar, geðhvarfasýki er bipolar disorder, er það ekki? Jú, bipolar sjúkdómur. Geðhæð, geðlægð, sem tekst á. Ekki 2 persónuleikar eins og sumt fólk heldur og fær þá mynd kannski jafnvel úr bíómyndunum að sér geðhvarfasýki, er það þá svona þegar fólk eru 2 persónuleikar, en það er svolítið svona bíómyndaútgáfan af því þannig að það er kannski einmitt þess vegna hef ég fengið í þáttinn til þess að tala þetta því þetta er mjög algengur sjúkdómur, eða býsna algengur. Já, ég hugsa þessi miklu algengari heldur en fólk gerir sér grein fyrir því. Ég hugsa þessi því miður margir að þjást með þennan sjúkdóm sem að gera sér ekki grein fyrir því. Sko. Já. Þegar ég greinist 2008 þá gerði ég mér ekki grein fyrir hvað þetta var. Sko. Nei. Og ég átti strák sem ég held að væri kannski með ADHD og var eitthvað svona gruflaði því og lesa það á netinu og bæklingum og svoleiðis. Og leiðist út í að lesa geðhvarfasýki og þá bara horfi ég á sjálfa mig á blöðum. Sko. Okay. Og þá fer ég að lesa meira geðhvarfasýki og svona í framhaldi því þá áttaði ég mig á hvað að. Sko. Já. Og hvað var það í því sem þú last sem að samræmdist þinni upplifun á sjálfum þér? Það samræmdist í minni upplifun að ég hafði verið með átt erfitt með að sofna og var með alveg gríðarlega miklar hugsanir í gangi. Þegar þú varst að fara að sofa eða almennt? Nei, bara oft á tíðum eða bara sérstaklega þegar ég var að fara að sofa, ég átti erfitt með að hvílast. Já. Og þú ert kannski með, segjum 1000 hugsanir á mínútu, þá var ég kannski með 10.000 hugsanir á mínútu. Aha. Og fyrst greinist ég samt þá fer ég í geðlægð og þegar ég alvarlega greinist og fer í gegnum greiningarferli og greiningarferli þarf að fara í gegnum hjá geðlækni. Ég fór ég mætti ekki vinnu í svolítið tíma, fyrsta skipti á ævi minni sem ég hafði ekki mætti vinnu og ég var bara þunglyndur. Já. Og það gerist þannig að ég þorði ekki einu svona að svara símanum, þetta var svo alvarlegt. Já, vá. Ég gerði mér ekki grein fyrir því og skildi ekki hvað var í gangi og síðan fór ég á Röltið, við bjóðum á Tryggvagötu og fór á Röltið og var í hvað heitir það, Laugardalnum í Reykjavík, að labba í kringum gróðurinn og vinnuveitandi minni, yfirmaður minn í deildinni minni, hann var búinn að hringja margoft og ég svaraði bara ekki, ég bara gataði ekki. Og þarna var ég búinn að vera í hreyfingu og þannig að ég fekk kjarkinn til þess að svara símanum, sem var bara frábært. Sko. Já, merkilt. Þarna þess að þú fórst út í allri vanlíðaninni og geðlæðinni og fórst að ganga, þá gastu það, þó það væri erfitt. Já. Það var bara að því að það
ef maður fyrir hreyfinguna, þá fer maður frekar upp úr geðlæðinni og það hjálpaði mér. Og ég svaraði honum bara og sagði honum bara að ég vissi að hann vissi að væri eitthvað að og ég sagði bara að ég væri svona miklu þunglyndi. Og hann bara er rosa almennilegur og fær mig til að koma í vinnuna daginn eftir ef ég treysti mig til. Ég megi koma seinna ef ég vilji. Og ég kem daginn eftir bara í vinnuna og við setjumst niður. Þetta fyrirtæki hét Actavis, því miður er hætt á Íslandi. Og ég fer þaðan til sálfræðings á vegum fyrirtækisins og sem að sagði ég mér síðan að ég sé greinilega búin að greina þetta mjög vel. Og hún segir mér að panta tíma hjá heimilislækni og heimilislæknin panta síðan tíma fyrir mig hjá geðlækni. Og var þetta, sko, að því oft heyrir maður fólk tala þegar það er að bíða eftir svona greiningaferli að þetta muni nú allt verða svo flókið og taka svo langan tíma og svona. Og þetta frá því að þú talar við þennan sálfræðing og pantar svo tíma hjá heimilislækni og fer til geðlæknis og fara greiningu. Hvað heldur þetta að hafi verið langur tími þarna, 2008? Það er kannski svolítið fróðlegt að hugsa það? Kannski rúmur mánuður, sko. Ok. Það var ekki mikið meira. Nei. Og jú, ég hef heyrt tölurnar og þú þurfir að byrja í hálft ár eða það sé ekki hægt að fá tíma hjá geðlækni og alls konar svoleiðis. Já, það var svolítið fróðlegt að heyra þetta þarna því það eru 9 ár síðan, hvort ástandið hafi versnað eða batnað síðan þá í svona biðtíma er bara umhugsunarefni sko fyrir okkur öll og vita það, hvernig það er sko. Ég náttúrulega, sko, þarna þá greinist ég, það er geðlæknir sem greinir mig og síðan í fljótlega eftir það, þá fer ég svona upp í geðhæð og ég er að finna bara, ég er að fá svona miklar hugsanir og er svona ör og ég verð mjög ör ef ég fyrir geðhæð og ég segi oft við fólk sem ég þekki vel að sko, mér þykir það leiðilegt en ef ég er ekki frekar hátt upp eða er á leiðinu upp, þá kemur til mig að grípa fram í. Og mér finnst það alveg hundleiðilegt en það verður örugglega partur af sjúkdómnum mínum. Talþrýstingurinn eykst. Hugsanirnar eru svo miklar og ég vil ekki gleyma þeim. Og þetta virkar kannski svo merkilegt, ég verð að koma þessu frá mér, sko. Þannig að þá gríp ég fram mig fyrir þér, sko. Þú bara sættaði við það. Og áttarðu á því alltaf eftir á og fyllistu skömm og svona sektarkenndi eða svona finnst þetta vandræðalegt? Sko, mér finnst það ekki í dag, skil. Ég er búin að vinna svo rosalega mikið með sjálfa mig. Ég er búin að vera hjá sálfræðingum, geðlæknum, ég er í 12 spora samtökum, ég tók ákvörðun að hætta að drekka. Því að áfengi og geðhvarfasýki eða áfengi og lyf eiga bara engan veginn saman. Þannig að, og sjálfsvinna sem ég hef verið í hefur skipt gríðarlega miklu máli. Því að það að þekkja sjálfan sig er sko lykilatriði með alvarlega sjúkdóm. Já, það er rétt. Því að læknirinn sem þú heimsækir reglulega, þú heimsækir hann ekki jafn reglulega og heimsækir sjálfan þig, sko. Nei, það er árið, það er vel sagt. Já. En þarna, sko, ferðu til geðlæknisins, hvernig var greiningin hjá honum, hvernig fór hún fram? Sko, ég bara fór yfir allt sem ég var búin að gera og svoleiðis og hann sagði bara, þessi geðlæknir sagði bara, þetta er engin spurning, þú ert með geðhvarfasýki. Ég held ég hafi fyllt út einn lista hjá honum, sko. Mér fannst þetta reynda frekar svona ófagmannlegt. Þannig séð, sko. Hvernig þá? Já, bara það voru fáir spurningalistar, það var lítið ferli eða neitt þvílíkt og hann sendi mig bara beint á lyf. Og þessi lyf fór strax að virka, bara mjög fljótt. Er það þetta lithium-lyf? Já, það heitir Orfyril, það sem ég er með sem forðalyf og síðan er öðru lyfi sem heitir Kuatapin. Og það lyf er svona lyf sem er svona ákveðið stýrilyf. Ég á að má taka alltaf 4 svoleiðis töflur 2 á dag. Algengast er að ég er að taka svona cirka 2 svoleiðis töflur á dag. Ég á að taka 4 töflur af Orfyrili á sólarhring. Ég tek 2. Tek bara á kvöldin. Aftur á móti ef ég er að sko finna, ég er að fara upp í geðhvarfasýkinni. Og ég finn það oft ef ég er duglegur að hringja í fólk, þá er eitthvað í gangi og sérstaklega ef ég er duglegur að hringja og labba gólfið. Það er rosa fyndið, sko. Og mér finnst það líka. Ég er ekki að hlæja sjúkdómur, ég er bara að hlæja þessu lýsingu. Þú ert að hlæja mér. Ég er að hlæja þér, já. Og mér finnst það bara góðu lagi. Og mér finnst þetta líka svo fyndið að ég átti bróðir sem lést árið 2000. Og alltaf þegar hann kom heim, þar sem ég bjó, hann var fluttur heima þegar ég fæddist. Og þá tók hann alltaf upp símann og sko þá var snúri síminn gamli grái og hann labbaði alltaf gólf. Og ég sé sjálfa mig oft rosalega mikið í honum, sko. Mér þjótti rosa vænt hann, sko, en ég er svona,
Ég vildi aldrei að neitt frétti það með þetta væntumann, hann var svo mikið í fjölmiðlum sko. Já, akkurat. Þannig að ég var mjög feiminn gagnvart því sko. Já, skil. En það sko náttúrulega svolítið merkilegt að bera þess að þú talar símanotkun og símtöl sko, að í geðhæðinni sko þá ertu bara rosa duglegur að hringja og lappar og allt svona. Í geðlægðinni svo lýstir á hann, þú gast ekki svarað. Já, það held ég erfiðasta geðlægðin sem ég hef lent í. Já. Það þegar ég gat ekki svarað símanum sko. Og svoleiðis tímar hafa örugglega komið hér áður fyrr sem ég bara gerir mér ekki grein fyrir þegar ég yngri sko. Já, einmitt þegar þú lítur tilbaka, sko, heldur þegar þú lítur tilbaka að þú hafi raunverulega verið farin, sko, hafi verið sko búin að veikjast miklu fyrr eða verið farin að lifa með þessum sjúkdómi fyrr heldur en að þú gerir grein fyrir þarna, fyrir sko, af hverju þú verður fyrir áfalli það ekki þegar þarna 2008 sem verður þess valdandi að því raun og veru fer þetta af stað? Jú, það áfall sem ég verð fyrir sem að örugglega triggerir þetta en ég alveg örugglega búin að lifa með þessu sjúkdómi samt á þess að gera mig grein fyrir því, bara miklu svona vægar. Já. Og ég alveg viss að pabbi minn var með þennan sjúkdóm sko, á þess að hann hafi nokkuð tíma verið greindur sko. Já. Það sem þú talaði sko það liggja, eða talið að liggi sko ákveðnir sjúkdómar í fjölskyldum í genunum sko og svo það einmitt eins og þetta með það ef við verðum fyrir áföllum að þá kannski einmitt triggerast þetta gen af stað ef maður getur orðað þannig og verður að veikindunum sko en maður sé undir niðri einhvern veginn að búin að lifa með þessu sko fram að því. Og ég held að þetta hafi triggerast þess að töluvert áður heldur en að ég greinist sko. Já. Þannig að það einhver undanfari sem veldur því að þetta triggerast og síðan eitthvað ferli sem gerist í líkamanum og síðan allt í einu bara er líf mitt búið að breytast og þá kemur eitthvað upp á annað, kannski álag og þá verð ég var við þetta. En hvort ef þú svona, kannski svona einföldun að spyrja svona en sko hvort svona þínu mati, þínu upplifun, hvort verra að vera í geðhæð eða geðlægð? Þetta rosa flókið að svara þessu sko. Já, ég trúi því. Ég fer í dag aldrei svo langt niður að það sé neitt vont. Ég get alltaf brugðist við. Og mér finnst verra að fara upp í geðhæð ef þú verður ykkur. Já. Og mér finnst ekkert gaman að grípa fram í fyrir fólki sem slíkt þótt ég skammist mín ekkert fyrir það. En það að sko eiga erfitt með að hvílast, eiga erfitt með að sofna og allt þetta. Sú staðsetning vond. Já. Og vera alltaf, sko, eins og ég sagði, þú með 1000 hugsanir og ég 10.000 hugsanir, skilur, hausinn alltaf á milli, þú verður bara þreyttur. Já. En eitthvað að þú hugsaður það, eitthvað jákvætt við geðhæðina? Já, veist, ef ég væri atvinnurekandi þá væri ég alveg til í að ráða fólk sem er geðhverfasýki. Okay. Ef það að vinna í sjúkdómnum og viðurkennir það og lætur mig vita. Já. Því að ég hugsa svo sko, það leitun af fólki sem er duglegt eins og þegar það í geðhæð. Já. Það verður rosa mikið úr verki. Já. Og ég meina það getur líka verið bara í ákveðin geðhæð og það bara fungerar í geðhæðinni. Það er ekki alltaf þannig að þú fyrir í geðhæð að það bara krassi allt og þú fer bara verður að fara í veikindafrí, skilur, eða eitthvað svoleiðis. Nei, langt í frá, skilur. Og ég ekki svoleiðis í dag. Ég hef ekkert verið að vinna núna í töluverðan tíma. Ég er búin að vera að vinna rosa mikið í sjálfum mér, búin að fara í aðgerðir og líkamlega og allt svona. Já. Út af slysförum og svona ýmsum áföllum sem ég hef lent í. Já. Leiðinni fékk ég leyfi og fékk ég, sko, hvað ég var að segja, þau forréttindi að fá að vinna í mér andlega líka. Já. Og ég segi þessu forréttindi. Já. Geðsjúkdómar ennþá skammi í þessu landi, því miður, því að geðsjúkdómar bara sjúkdómar eins og bara, eins og slys, skilur, ef ég myndi handleggsbrotna, skilur, þá vorkenna mér allir, en af því ég er með geðsjúkdóm, skilur, þá sést það bara ekki. Nei. Og það bara, auðmikið hann, það eitthvað að honum í hann örugglega geðveikur bara, eitthvað svoleiðis, skilur. Já. Og ég bara geðveikur. Já. Og það bara allt í lagi, skilur, ég bara veit af því. Já, ég veit af því. Já. Og tek ábyrgð á því, það það sem skiptir máli. Já, það það sem skiptir, það bara það sem skiptir máli. Og ég kannski líka heppinn, ég get tekið ábyrgð á geðsjúkdómnum mínum ennþá. Það alveg til fólk sem gerir sér ekki grein fyrir þessu, það hefur aldrei spáð í það gæti verið með eitthvað svona sjúkdóm. Það bara þvælist og bara, það eitthvað að, það veit ekki hvað. Þarna skilur á milli svolítið feiks og ófeiks þannig ef maður orðað þannig sko með að lifa fungerandi með sjúkdómnum. Að það þetta að vita að maður sé með hann og leitar sér þekkingar, upplýsinga og
og bjargráða til þess að bara lifa dagstælega með honum, þú veist, lifa eins og þú væntanlega gerir, þú veist, reglur sem er lífið, þú hættir að drekka, það er eftir þú greinist. Já, og sko mörgum árum, það eru hvað, 5,5 ár síðan ég hætti að drekka, ég hef ekki drukkið held í 5,5 ár eitthvað svoleiðis. Okay. Og ég var erlendis í skíðaferðalagi og vinur mér sagði bara, þetta varst ekki þú, sko. Ég var bara alveg, sko, sko, þá var ég í geðhæð mikilli, tók bara með svona akkurat lyfin sem ég þyrfti með að ég væri svona bara eðlilegur, enga auka skammta. Og ég svaf eiginlega ekkert fyrstu 5 næturnar, sko. Ég var svona eins og liði líka eftir 5 nætur, sko. Búinn að skoða bæinn sem vorum í mjög vel, sko. Já, á næturnar. Það var rosa lítið að húlt. Já, það var þannig. Það var fullt af myndum og það var rosa gaman, skilur, en ég var rosa þreyttur. Já, svaka þreyttur. Og ég var mættur fyrstur í morgunmatinn og veist, fullur og allt svona, skilur. Og þetta ábar ekki saman, sko. Nei, þetta er þetta ekki alveg bara svona það bilað versta sem maður gerir ef maður geðhverfasýki eða það er að nota áfengi eða, þú veist, það er svona kannski alveg bara regla númer 1, bara slepptu því. Jú, ég myndi áætla það, sko. Sko, því að geðhverfasýki er nefnilega fíknisjúkdómur, sko. Já. Það er ekki allir sem vita það, sko. Okay. Þeir sem eru með geðhverfasýki, þeir sækjast í alls konar fíknir. Eyðslu peningum. Já. Þegar maður fer upp, þá er voða gaman að eyða mikið af peningum, þóttu eigið á ekki, og allir þessi þættir. Þannig og þar af leiðandi áfengi eða fíkniefni eða hvað sem að fólk getur lent í. Þannig eða komið sér í frekar heldur en að lendi í því. En segðu mér, sko, þú vannst alltaf sem kokkur, þú ert matreiðslumeistarament og vannst því. Uppgötvaðir einhverju tímapunkti að það væri ekki gott starf, sko, fyrir þig til þess að, sko, að því að ég var að tala nú upp og ég var að hafa því flimtingum að þetta væri óregluleg vinnutíma allt þetta. Var það eitthvað sem að olli því að þú hættir því? Nei, það er bara líka minn þolir ekki að vinna við þetta. Nei. Það er bara þannig. Já. Ég var síðast að vinna á frábærum veitingastað hérna á Akureyri, sko. Já. Á Röfn 23, sko. Já. Og það var það bara frekar líkamlegum og orsökum sem að þú svona... Já, ég lenti í alvarlegu bílslysi 2012 og líka mér fór illa þá, án þess að brotna neins staðar. Og síðan er ég búin að lenda í 2 smávægilegum slysum og allt þetta hjálpast að, sko. Já. Og síðan er slit náttúrulega bara eftir mikla vinnu frá því maður var krakki, sko. Já. Hefurðu upplifað þegar þú ert að sækja störf og þú nefnilega segir bara opið frá því, er það ekki þegar þú ferð og talar sko ert að sækja að þú sért með geðhverfasýki og eitthvað svona? Er það ekki, eða hvað? Jú, já, þú hefur gert það. Ef ég spurði þá. Ef þú spurði þá talar það. Hefurðu tilfinningu fyrir því að menn séu hræddir við að ráða mann með geðhverfasýki? Nei, ég held ekki. Nei. Ég held og það er þá bara þeirra missir, sko. Já. Það er algjörlega þannig. Já. Ef það er þannig. Ég er nýbúin að vera í atvinnuviðtali sem við vorum 2 eftir í úrtaki. Okay. Og ég upplifði það. Ég reyndar fékk ekki vinnuna. Nei. En ég upplifði það ekki að ég hafi ekki fengið hann út af því að ég væri með geðhverfasýki, langt í frá. Og ertu þá, sko, þannig að þessi klassísku spurning, upplifirðu fordóma vegna þín sjúkdóms bara í samfélaginu? Hvernig myndirðu svara því? Nei, miklu frekar þekkingarleysis. Já. Og það að fólk, og maður er ekkert að brydda á þessu við Jón Jónsson, skiljur, hann hefur ekkert áhuga að heyra þetta, skiljur, það er bara þannig. En er það ekki svolítið nauðsynlegt, akkurat við það sem hefur ekki áhuga að heyra það? Innan skynsemdamarka, sko. Það er aftur á móti kannski ykkar fjölmiðlana og heilbrigðisins og heilbrigðisstofnana og svoleiðis að koma þessu betur upp, sko. Og þeirra stofnana sem er að vinna í því að reyna að koma heilbrigðismálum upp á kortið, sko. Já. Það held ég sé rosa erfiður, óplægður akur. Já. Er þetta mikill frumskógur? Já, rosalegur. Já. Það er, ég veit, Vertu úlfur eða Ertu úlfur, það var bók sem hann gaf út, hann var að vinna í ráðuneytum. Héðinn Unnsteinsson, já, Vertu úlfur, já. Vertu úlfur. Frábær bók, einmitt þessi málefni. Hann er með geðhverfasýki, já. Og ég veit að ég er nýbúin að heyra það, hann heldur mikið af fyrirlestum. Já. Og það er maður sem ég held að sé að gera fullt af góðum hlutum í þessu. Aha. Og sko, ef það er eitthvað sem grunar að hann gæti haft þennan sjúkdóm, þá var þetta bók sem væri frábært að lesa, sko. Alveg bara. En lífið er ekki búið þó að maður uppgötvi að maður er með þennan sjúkdóm. Lífið er ekki bara, sko, ég meina það alltaf breytist, en hvað myndirðu segja á þess að við fyrir einhvern pollýönuleik, sko,
Sko, er líf þitt verra út af þessum sjúkdómi heldur en það var áður? Eða þú veist, að öllu leyti? Eða skilurðu hvernig myndirðu? Enga veginn, það er bara... Auðvitað náttúrulega mikið þjáning í þessu, ég gerum alveg grein fyrir því. Það er líka bara svo mikið tækifæri, skilur. Það er ekki, ég upplifi þetta ekki sem þjáningu, sko. Svo langt ifrá, sko. Nema náttúrulega kannski þegar þú fórst þarna... Jú, þegar ég fór þarna niður og sem gerði það verkum ég fyrir að vinna meira með það að læra sjálf á mig, skilur. Já, það var til þess. Já, fyrsta skipti fyrir ég að vinna sjálf á mér árið 2000, þá læri ég hlut sem heitir Neurolinguistic Programming, sem er svona samskiptamáti undirmeðvundar og huga, má segja. Hvernig þú talar við sjálf á þig og hvað þú segir og svoleiðis, skiptir máli. Ég lærði þetta hjá þeim sem á Ráðgjafarskóla Íslands í dag, Kára Eyþórssyni. Og hefur það nýst þér? Alveg rosalega mikið. Það er bara algjörlega þannig. Þar lærði ég dáleiðslur líka, sjálfsdáleiðslur og eins get ég tekið fólki í svona meðferð við að losa það við fullt af leiðindagöllum eða lærði ég að losna við leiðilega hegðun. Lærði það hegðun, því við erum raunverulega ekkert annað en lærð hegðun. Þannig hvernig ætlum við að bregðast við? Langar okkur bara að vera einhvern veginn eða hvernig langar okkur að vera? Veist, ég ætla aldrei að vera eins og pabbi minn, sko. Ég var að verða alveg eins og pabbi minn. Pabbi minn var mjög veikur einstaklingur. Og þegar ég sá það að ég var að verða alveg eins og pabbi minn, þá ég þarf að fara að gera eitthvað. Ég þarf að breyta lífinu mínu. Og þá bara varð þessi vendipunktur að ég fór að breyta lífinu mínu. Svipað leyti náttúrulega greinist ég með geðhverfasýki, en ég er búinn að geta tekið ábyrgð á því af því að ég hef gert það markvisst. Magnað, og hvernig hefur þú notað þessa aðferð, svo nefnir það þessi, ég kann ekki að nefna eftir þér, þessi þú lærið á Kára. Sagt NLP bara? NLP, já. Þú veist, getur aðeins útskýrt aðeins betur fyrir okkur hvernig það virkar, ef þú ert að nota það bara á sjálfa þig svona? Sko, þar nota ég bara slökun mikið og ég nota líka, ef ég er að fara í gegnum eitthvað sem, segjum að ég ætla að fara í eitthvað sem er mjög erfitt að gera. Þá hugsa ég bara aðeins lengra. Hvernig líður mér til dæmis þegar ég er búin að þessu og þetta gengur rosalega vel? Hvaða líðan ertu með þá? Og það er að taka tilfinninguna sem er með í hlutnum inn í atvikið og tilfinningur sem er þá þegar þú ert búinn og allt gekk vel. Hvernig tilfinning er það? Og fyrir mér er hún rosa góð. Þá dreg ég hana bara til dagsins í dag og fer inn í verkefni með góða tilfinningu. Þú getur alltaf sagt ég get þetta ekki einhverja hluti og það er öruggt að þú ert alltaf að segja að þú getur þetta ekki, að þú getur þetta ekki. En ef þú segir ég get þetta eða ég skal geta þetta, þá eru miklu meiri líkur og getur gert hluti. Og svo er spurning bara, ok, ég skal geta þetta, hvernig get ég gert þetta? Og það er þessi þætti sem að kannski... Bara svona sjálfstiltal. Já, má segja það, þannig séð, skilur. Þetta er þetta miklu flóknara heldur en það, sko. Já, ég átta mig á það, er alltaf þannig. En tólsporasamtök sem þú ert í, hvernig hafa þau hjálpað þér í því að lifa betra lífi með sjúkdómnum? Þau hafa hjálpað mig gríðarlega mikið bara að læra hver ég er, slaka á og læra að hugsa á jákvæðan og góðan hátt, vera einlægur, vera ég sjálfur, ekki reyna að vera einhver annar. Og þegar ég er yngri þá er ég rosa mikill svona, þá er ég með rosa lítið hjarta og er með lítið hjarta sem slíkt. Ég má voðalega illa sjá svona illa farið með einhvern eða ég segi oft því sem er sterkar réttlætiskennd, sko. En þau hafa kennt mig bara að vera, já, einlægur og góður, sko. Ég held að það sé númer 1, 2 og 3, sko. Og þar hjálpa mér rosalega að slaka á og ég fæ tækifæri til þess að tjá mig, ef mér líður ekkert of vel, þá bara tjá ég mig það. Já, í þessum 12% þá nærðu því. Já. En á þessum tíma, frá því þú greinist og þangað til í dag, og auðvitað hefur þú sko, eða auðvitað, ég meina það, þú segir, þú hefur lent í áföllum á þessum tíma, þú hefur lent í slysi og svona ýmislegt gengið á. Þú er ekki fallið, sko, er það, eða þú... En það byrjaði að drekka? Já, nei. Og þú hefur í raunverulega náð að lifa með sjúkdómnum í þessum áföllum. Það er aldrei merkilegt. Það er aldrei aðdánavert finnst mér. Já, ég með öll áföll sem ég er búinn að lenda í og þegar ég sé fólk lenda í áföllum með eitthvað, þá er það versta sem hún gerir og það er ekkert sem að ég myndi segja að gera það verra, það er að fá sér í glas, sko. Fólk heldur ofta að sé gott að fá sér 1 kaldan eða 2. Já, deyfa sér þær. Það er bara eins og að setja áfallið í ruslatunnuna, sko, eða á gólfið, sko. Þú verður að skúra annars slagið, sko, eða taka til og henda úr ruslafötunni, sko. Þannig að vera semst án áfengis
vera meðvitaður hvað maður Já. og geta bara tekist á við áfallið með því að leita sér hjálpar, fara til sálfræðings eða sumir eiga bara hafa ekki efni á því að fara til sálfræðings. Þeir geta þá leita til presta í nágrenninu. Því að þið eru jú lærðir í sálgæslu. Þótt að sálfræðingar kannski myndi ekki allir vera rosa ánægðir með það. þá eru þið samt með part úr sálgæslu. Og þar lendi þetta að nýta ykkur og þið getið aðstofa fólk að komast áfram. Það oft hlutur sem að fólk veit ekkert hvert það á að fara. Nei. Og það strandar oft þar. Já. Ég hendi fyrsta geðlækninum mínum. Ok, hvernig stóð því? Það var bara þannig að ég mátti senda honum í e-mail ef ég fyndi það að ég var að fara upp eða niður, þyrfti einhverja breytingu á lyfjunum mínum. Og ég náttúrulega ekkert viss hvað ég ætti að gera, þannig ég sendi honum e-mail bara og ég fæ bara e-mail bara tilbaka 20 mínútur seinna 6 lyf held ég. Ég var á 2 frá honum. Og þessi 2 lyf sem ég var á, þau voru ekki í listanum sem hann sendi mér. Þannig að það var bara komin ykkur 6 lyf sem þú kannast ekki við? En ég fekk 6 lyf sem ég kannast ekkert við og ég sendi honum bara tilbaka strax sem að hann hefði örugglega farið í línuvilt eða bara og ég var rosa kurteis, ég bara alveg vandaði mig við að vera kurteis. Og það kannski partur af þessu sjúkdómi, það að maður getur alveg verið svona of aggressífur sko. Já. Og þannig ég vandaði mig og sendi honum tilbaka og hann svaraði mér ekki. Nei. Síðan 4 mánuðir seinna átti ég að koma til hans held ég, og þá hringir ritarinn hans og segir mér að ég eigi tíma. Ég segi já, veistu það, ég hef bara ekkert við hann að tala. Nei. Ég kom með heimilislækni sem sér bara þetta í dag. Já. Og maður sem vill ekki svara mér eða ræða lyfin sem ég er á þegar ég þarf á því að halda, ég þarf ekkert að tala við hann sko. Eða hlusta á hestaferðirnar hans sko. Nei. Þannig að og borgaði held ég 7 skall fyrir tíman eða eitthvað. Já. Og ég var bara svo heppinn þá að ég var með frábæran heimilislækni upp í Breiðholti, upp í Reykjavík. Og í dag er ég bara með frábæran heimilislækni sem fylgist með þessu heima. Já. Og ég bið hann að setja mig í blóðprufur og þvílíkt sko. Já. Þú bara ert einhvern veginn, þú lifir fyrir ofan sjúkdómiðinn. Ég bara upplifði það og það er svo magnað. Þess vegna vildi ég líka fá þig í þáttur af því að ég vissi að það væri uppörvandi fyrir marga að hlusta á þig og það er það sem skiptir líka máli að við getum tala líka bara svona eðlilega. Já, við náttúrulega erum búin að hitta svo oft og tala þetta sko. Ekkert að segja frá því hérna. Heyrðu, Rögnvaldur Guðbrandsson, þakka þér fyrir komuna og gangi þér vel í öllu þínu og við kveðum hérna í dag og sjáumst aftur í næstu viku. Takk fyrir.